Blessaður, bróðir. Blessaður. Hvað segirðu? Mjög fínt. Ekki? Jú, heldur betur. Ég bara ná mér eftir síðasta viðtal, sko. Word. Já. Ég er bara búin að vera heima í Power-appinu síðan, sko, þannig að ég held að ég sem bara klárir í þessa meldingu, sko. Hann kíló? Já, við erum að vera að melda kíló. Hann bara er svo heilt tonn, sko. Hann er rosalegur, sko. Rosalegur. Þetta var alveg magnað. Já. Powerið og krafturinn og allt, sko. Þetta var alveg nýtt fyrir okkur. Við erum búin að vera í svona, skiljum, með Kristinn og við erum búin að vera með Björgfríði og svona, sko, búin að vera svolítið svona sennuð. Við erum búin að vera mjög svona alvarlegum og andlegum nótum og svo kemur hérna bara, veist, kemur þessi gaur bara rúllandi hérna bara á 21 tómu alu, beint frá KEF, skilurðu, rosalegt, sko. og hérna illað, eins og hann segir sjálfur. Hann var alveg þvílíkt sáttur með hann, sko. Já, en veistu að svo bara streymdi frá honum þetta love. Já. Og hann var svo mikið í þetta var allt svo kom allt svo innanfrá. Ég veit það, maður. Þetta var svo intense og þetta var allt svo ekta. Já. Og ég var alveg bara ég var bara til í að ætliða kíló. Kíló er drullu fít, sko. Ég náttúrulega sá heimildamyndina. Ég hef búin að sjá myndina, þannig að ég gæti alveg tengt myndina við það sem var í gangi hér, skilur, og þetta er það sem maður sá, svona rauði þráðinu myndinu er að kíló er kíló, skilur, hreinn og bit, alls konar rugl búið að vera í gangi, en hann er bara hann, og það er svona á hann fullt líka að svona homies, sem að snúa ekkert baki við honum, þó hann segja að gera upp að bak, skilur. Ég myndi aldrei snúa baki í kíló. Nei, þú finnur það bara strax, skilur, hann er með svona ákveðið touch, skilur, hann nærði þér strax, skilur. Algjörlega, hann nær minn í samkendinu, sko. Já, ég veit það. Og hann er bara true, sko. Hann er búin að vera í frákvörum, sko. Já, hann er algjör homie, sko. Hann er algjör homie, sko. En þú veist, og það sem ég líka bara, það sem ég fílaði, sko, það er líka bara þessi staður sem hann er á í dag, sko. Hann var bara eitthvað svo, bara ready fyrir að fara inn í bara the pain, sko. Algjörlega. Þú veist, hann var bara eitthvað on a mission, sko. Hann var bara tilbúið þess að fórna bara fræðinu og öllri þessi metnaðargirnd og bara til þess að fara bara inn í einhvern svona breyttan lífstíl og fann að telja niður kaloríurnar og það bara eitthvað að fara að skapa sér eitthvað öryggi með að fara inn í eigin íbúð og alltaf bara að fara að safna peningum og hann bara fucking edrú, skilur. Ég veit það, maður. Já, þetta var alveg geggja stöff, þessi kíló, maður. Þetta er sko nákvæmlega þetta, sko. Þannig að þetta er, hvað segir maður? Þetta var svona, ég átti ekki vona akkurat þessu, sko. Ég veit að hann var edrú, skilur, og hann er búin að vera að taka sig á. Ég vissi alveg að því, skilur, hann er búin að vera að fara í sund og búin að vera að hreyfa sig og svona. Hann alltaf fekk hjartaáfall í fyrra, held ég. Og gæinn hann er skilur 35 eða 6 ára, sko. Þannig að það er svona svolítið out of the ordinary, eins og þau segja, sko. En svo sem er ekkit, þetta er kannski ekkit þetta kemur ekkit eins og 3 ár heiðskýru lofti, sko. Já, ég veit það, sko. En hann allavega tekur sig á og er bara á fullu og hann fengum við það, skilur. Við vissum ekkit að þetta myndi koma svona, sko. Nei. Þannig að hann er nýr og endurbættur maður, sko. Ég er búin að vera að hlusta á hann núna på síkastið. Já, lögin hans. Já, eftir viðtali, hlusta á, ég tók þessa síðustu plötu sem hann gátt og það er allt svo plata sem hann Magnifico. Já, það ekki? Ég held hún heiti það, sko. Ég hlusta á nokkuð lög, sko. Já, þess að allt svo platan sem hann gefur út eftir hann verður edrú þá. Og þá heyrir maður, sko, hvað hann er mikill, sko, orðasmiður, sko. Hann er svo mikið í, sko, hann er svo mikið í rímunum, sko. Já, einmitt. Hann er einhvern veginn þannig old school rappari, sko. Hann sagði það sjálfur og þeir segja það líka félagar hans að hann er eitt svo teknískasti rapparinn hérna heima, sko. Ég ímynda með það og þessi engin sérfræðingur í þessu venn. Nei, og svo pælir maður í þessu, skil. Ég er búin að vera að reyna að hlusta. Ég er ekki mikið fyrir íslenska rappi þó að sé hátt skrifað almennt, sko. En ég er búin að vera að reyna að grípa textana. Þú horfir alltaf á þessa gæja og þú dæmir þá bara sjálfkrafa, skilur, sem einhverju jólasveinu og okkar. Svo hlustar á textana og þú sér, ok, þetta eru listamenn, skilur. Algjörlega. Þannig að mér segja bara eins og herra hnýtusmjör og eitthvað svona dót, skilur. Þetta eru bara svona alveg gullstöf, sko. Já, en svo er þetta svo mikið, líka bara svo mikið lífstíl. Já. Þetta er einhvern veginn, hann bara sat inn og ég horfði á hann bara einhvern veginn, hann var að tjá sig, hann bara íðaði einhvern veginn. Ég veit. Hann íðaði einhvern veginn þegar hann var að koma sér frá sig, sko. Já, ég veit það. Þetta var alltaf einhvern veginn svo undirstrikað, sko. Já, ég veit það. Hann er góður sögumæður. Það var alltaf einhvern veginn sagt með feeling, sko. Hann er góður sögumæður, sko. Fólk mun líka sjá það í myndinni, sko. Þannig að myndin er aðalega bara byggð upp á viðtölum og svoleiðis og þar er hann einmitt líka.
dottinn í gírinn skilur og farin að predika hann var örugglega geðveikur svona megatjörns gæi sko. Hann ætti að stofna svona megatjörns kannski við ættum að stofna það bara fyrir hann já, eitthvað svona og ég vera var hann bara alveg til í að uppi hann skilur væri minn lítir sko. ég held það sko skilur, kíló, eða svo ef hann var ekki eitthvað kíló í krossinum kókaður á því, heldur bara kíló ekki kíló og kóki, heldur kíló í krossinum sko. já, kíló í krossinum það væri svolítið kúl það væri geggjað ég var alveg til í að segja bara bara halleluja fyrir kíló sko. bara ekki Mæta á spurning, samkomu. það kemur ekkert óvart sko. Hann var alltaf verulega samfærandi sko, í þessum talsmanni, ég er mjög spenntur að eins og að hlusta á þessar plötu sem að koma út sko. Hvað verður, sko? Hvort hann bara rappað Atkinstykki og Herbalife og eitthvað eða hvort hann ennþá Thug sko. Ég mitt fann fyrir fordómum áður en það kemur og svo eru þau bara einhvern veginn slegnir út á borðinu og það bara þannig og hann mætir hérna, hvert eiginlega komin í lífinu ef þú bara mætir með bara private kvikmyndagerðamann bara eitthvað hann mætti bara á bimmanum sko. já, nákvæmlega þá ertu komin eitthvað, þá ertu búin að fara í gegnum eitthvað og það er hann Norður-Kóreu Davíð já. Hann hefur tekið þetta verkefni að sér og stuttmynd, altså bara einhver stuttmynd sem að breyttist bara í heimildamynd bara í fullri lengd þetta er alveg 70 mínútur eða eitthvað sko. nákvæmlega og mér hlakkar til að sjá þessa mynd bara alveg, ég náttúrulega ég þekki Davíð mjög vel sko þannig ég veit hversu megnuður hann er sko og hversu klár hann er ég var ekkert að búast endilega við einhverju flugveldarsýningu með myndina en svo sitt ég hana bara í sófanum heima hjá honum bara límdur í 70 mínútur horfa á okkur rappara skilju ekkert eitthvað, fucking kíló já, fucking kíló skilju, ég vil bara vera að horfa á Keith Richards heimildamindir og svoleiðis en svo er ég mættur hérna bara í stólinn að hlusta á rapparna og rímunar og eiturlifin og baráttuna við spilafíkluna og þennan að hösla 3 skall á Facebook og borga skuldina tilbaki í bónus og allt þetta dót sko. Þetta var bara alveg geggjað sko. Og svo fekk ég bara gulrótin var að hitta hann bara setjum kvöldi skilju hérna þannig að þetta bara hann er orðin alveg þetta var street þetta var mjög street. Ég held að þetta var mjög cool. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta gengur eftir. Ég held að við verðum að tala við hann aftur. Svona þegar líður á árið, sko. Já, algjörlega. Við taka púlsinn á hann aftur en líka bara, eins og ég allavega svona kom staði fyrir síðustu meldingu sem við fórum í, sko. Það var bara svona aðeins að létta á strasslið maður. Það er mjög næs að vera í dýpt og þunga og taka hluti alvarlega og greina og rýna í mennskuna og annað og við erum að því, en mennskan hefur alveg óteljandi aspekt sko. Já, það hefur ekki alltaf verið að fara inn í þetta, fara meir inn í þetta ráa líka sko. Það er svo gegn. Hann líka sýnir blóta aðeins meira. Já, hann tölur að blóta sko. Já, og við líka, sko, ef einhver annar blótar, þá blóta ég líka. Ég elska að blóta sko. En þú blótar ekkert í tolla. Segir ekkert bara hell yeah, fucking A-tonni skilur það Kristinn Árnason það er ekki fucking sense að blóta í kristni sko ég veit það það er bara fyrir eftir hvað orka er í gangi sko þannig að yes fuck the police þetta er bara, mér finnst það bara geðið ég hef bara að segja svo þetta var allt öðru það var ekkert eitthvað markmið með viðtalinu hann er náttúrulega bara að gefa þessa mynd og svona skilur ekkert annað bara en að hressa upp í þessu drasli já, ég held það sko og ég sko, meiri segja, má ég ekki sýna sko, mér fannst þetta svo mikið strít sko ég var svo peppar í þetta að ég sko, fyrir viðtalið þá fann ég fann fyrstu kassettuna mína það er altså Beastie Boys License to Ill þeir eru hérna, sérðu þetta eru svona brúklingauðar sko þess að keypti ég sko á söluturninum í hérna við Geysi í Haukadal sko, nei, ég man það ekki ég man bara hún, það var svona glerborð hún lá svona í glerborðinu og kaupa bland í poka ég hef verið 10 ára, þetta hefur verið 86 þetta er License to Ill, þessa kassut á ég ennþá og svo, sem sagt, ef ég ekki týnt að hendus ennþá þetta er gamall lón það búið gaffateipað og allt sko og þetta er það sem ég notaði þegar ég var ungu maður og ég þreif það vel alltaf og hugsaði vel það og þetta er svona plast, það er svona farið að springa svolítið og það er gamalt sko bara skaf hérna í hausnum sérðu það? Þetta er bara svona breiðholtshass eins og það var í gamla dag sko það er hérna ennþá, ég hef ekki tímt að þrífa hana ég náttúrulega notið þetta ekki lengur ég vona það og ég hef ekki tímt að hendin ég var næstu búin að fara með hana góða hirðin nei, ok, það ekki, sko, þetta er saga ég er nákvæmlega, þannig að ég er með svona
með svona peningaskapina lína, svo ég geið mér svona stöf sem Já, ég ekki klárlega, ég get tekið þetta upp á svona reminisce, skilur þótt ég sé búin að vera edru alveg í næstu 5 ár sko, og segir mér ekki neitt, minnst þetta bara geggja, þetta var gott partí og einmitt, og Kíló þegar hann kom hérna myndi maður á þetta góða partí og þannig að hann er samt ekki stónir, hann þolir ekki nei, nákvæmlega, hann var ekki stónir en veist, bara þetta atmó, veist, í manalið hann var að rifja upp Ice Cube og hann var að rifja já, ég veit það Eminem já. Og þarna, hvað það var Redman eða hver hann var, og það var bara alveg geggja sko. Gamalt bóvarap sko. Einmitt, en ég var peppar með já, svona var þetta í Pleasantville algjörlega sko. Pleasantville, ég held þetta sé bara nokkurn veginn svona zoomur þetta svolítið upp sko. Ég það ekki fíkniefni, fast life konur já, bara live fast or die trying, nei work hard, play hard fool me twice, nei já. You never fool me again já, shame on you okay. Shame on you ég held þetta sé bara fullkomið ég held við ættum bara að fara að gera okkur klára í næstu Namaste motherfucker blessaður